Þannig að það eru armböður. Það er hægt að gera í mismunandi erfiðleikastigum. Lykilatriði til þess að verða góður í armböðum, það er að segja ef þú nærð ekki fullri armböð, er alltaf að reyna að ná fyrst einu repsu eða einni endurtekningu. Og reglun hjá mér og mínum kúnnum er brjóstkassið þarf alltaf að snerta. Þannig að ef þú getur gert eina armböð á hnjám með snertingu, þá ferðu bara niður á hné og klára restina þar og vinnur síðan hægt og rólega upp í þær endurtekningar sem þú ert að gera. Þannig ég ætla að sýna þér mismunandi stignun á armböðum, þá léttast þær upp í erfiðari. Þannig að auðveldustu væri þá á hnjánum. Þá erum við hér, brjóstkassið snerta og rétt úr. Ok, og svo er það skrefið að fara í táarmböð. Ef þið eru ekki nógu sterkir að komast í táarmböðunar, þá er hægt að gera ein millistig. Og þá farið bara í táarmböður, farið niður og þið lyftið brjóstkassanum fyrst frá, svo eins fljótt meðan eins og þið getið. Þannig að það er svona og reyna að lyfta eins fljótt eins og þið getið. Og á endanum þá mun mjöðminn fara að lyftast á sama tíma sem þið pressið brjóstkassanum frá. Þannig að ef þið getur gert bara eina svona armböð á tánum, þá getið þið líka prófað að fara frá og svo lyfta mjöðminn upp. Þegar þið getið ekki þetta lengur, farið þetta niður og klárið þannig. Annað atriði sem er mjög mikilvægt að hafa í huga, það er reyndar tvö. Það er að þegar við erum í armböðum þá erum við í planka. Þannig að passa vel upp á kviðinn að hans sé spenntur og rassinn líka. Hitt atriði eru staðan á öxlunum. Við viljum ekki taka armböður þegar olnbogarnir eru hérna hátt uppi. Þetta er ekki góðar armböður og sérlega ekki fyrir axlarliði. Þannig að við viljum hafa hendurnar undir og olnbogarnir þeir koma aðeins niður fyrir axlarhættan. Þannig að við förum aðeins hérna niður. Ekki hérna. Til þess að gera þær erfiðari heldur en tánjafnböður, narböður, þá bara setja hæð undir tærnar og svo getur líka verið með svona styrktateyrur.